Morgunverðarfundir Advania. Þekkingarmiðlun á heimsmælikvarða. Já, góðan daginn. Eins og Sigurður kom inn á þá heiti ég Hafsteinn Guðmundsson og er forstöðumaðurinn á rekstrarlausnasviði Advania. Er ábyrgur þar fyrir sölu og vörustýringu. Já, þetta er háfleygur titill og það er kannski þessi undirtitill sem er meira lýsandi fyrir það sem ég ætla að fjalla um. Ég ætla svona að skauta aðeins yfir og vera með smá bara hugvekju varðandi hvar við stöndum í útvistun í upplýsingatækni, setja það í samhengi við útvistun á öðrum sviðum í dag og fer svo aðeins yfir það bara hvernig við hér hjá Advania erum að sjá þessar hluti, hvaða stefnu við höfum tekið í þessum efnum. Ég byrja hérna með fullyrðingu. Ég ætla að leyfa mér að fullyrða að í dag, eins og Ægir benti á áðan, 21. öldin er okkar tími, að í dag þá séu meira að minna öll fyrirtæki á Íslandi að útvista upplýsingatækni að hluta til eða öllu leyti. Það er hins vegar þannig að ég ætla að leyfa mér að fullyrða að allt of oft í okkar geira að þá er sú útvistun byggð á eilítið óþroskuðum grunni, það hefur verið þannig og það sem ég á við með því þá er ég að segja að þetta snýst voðalega oft um það að fyrirtæki séu að kaupa að þjónustu í einhvers konar í formi tíma og kaupa að sérfræðinga inn fremur en að útvista ábyrgð til þjónustufyrirtæki og rekstraraðila, sérhæfðra rekstraraðila á markaði. Þetta er í sjálfu sér engin áfellisdómur yfir kaupendum, síður en svo, ég ætla bara að vera eilítið auðmjúkur hérna og mér finnst að í gegnum tíðina þá er ábyrgðin jafnvel frekar legið hjá seljendum á þessu markaði, það er að segja okkur, þjónustuveitendunum, þar sem að eilítið hefur vantað upp á innpökkun og skilgreiningu á þeim vörum sem við erum að bjóða. Og þar að leiðandi hefur útvistun með svona skipulögum hætti verið kaupendum erfið. Rétt aðeins, bara á almennum nótum, hvað er það sem að fyrirtæki almennt sé vilja ná fram með útvistun verkefna? Og þetta er eins og ég segi, þetta er á almennum nótum, þetta á við í raun og veru öllu og ekki bara bundið við upplýsingatækni. En í grunninn þá erum við alltaf að leita því hvort að einhverju aðrir séu betur til þess fallnir að sinna ákveðnum verkefnum og þá helst verkefnum sem náttúrulega eru utan þeirra kjarnahæfni sem við höfum skilgreint í okkar business á hverjum tíma, sem er náttúrulega æði misjafnt milli þess í hvaða geirum menn starfa. Heilt yfir þá erum við hins vegar alltaf að leita, fyrirtæki sem úthýsa eru alltaf að leita að hagkvæmni. Þeir ætla sér að reyna að lækka sinn rekstrakostnað en jafnframt að bæta þjónustu. Og það er mjög mikilvægt að líta til þess að þessi rekstrakostnaður sem þú vilt lækka, hann er hvorttveggja sá beini sem þú sér beint í bókhaldinu hjá hann en ekki síður sá óbeini sem oft er horft framhjá. Það er að segja sem er bara í því overheadi sem felst í því að vera að framkvæma og gera hluti sem við erum kannski ekki virkilega góð í að gera. Og það snýst bara um nýtingu auðlinda. Og þá komum við að því, hvers vegna í almennt séð eru þjónustufyrirtæki og þjónustufyrirtæki í UT í stakk búin til þess að auka hagkvæmni og bæta þjónustu við viðskiptavini sína. Þá hverfist þetta allt í kringum auðlindirnar sem ég nefndi áðan og þessar auðlindir eru margvíslegar. Við erum að tala um fólk og þetta liggur í vélbúnaði, í hugbúnaði og ekki síður bara í rými og rafmagni þegar kemur að því að hýsa tölvubúnað. Ég ætla að leyfa mér að fullyrða að það sé gríðarleg umfram fjárfesting á þessum markaði sem öðrum í upplýsingatækni innviðum. Og aftur, það er ekki við þá sem að bera ábyrgð á þeim fjárfestingum að sakast. Það er eðlilegt að það sé umfram fjárfesting þegar að auðlindirnar eru distribútaðar inn í mörgum fyrirtækjum. Það þarf alltaf að skala upplýsingatæknikerfi til þess að takast á við álagstoppa og þess vegna þurfum við alltaf
séum við að byggja okkur eyjur í okkar fyrirtækjarekstri að skala miðað við okkar toppa. Þarna liggja ein helstu tækifærin í því að nýta samnýttar auðlindir inni hjá þjónustufyrirtækjum eins og Advania og það sama hvar við tökum niður, hvort við séum að taka niður í velbúnaði, með fólk og eða nú með hugbúnað. Og það náttúrulega eins og við vitum, það mjög mikið að gerast í allri þeirri skíavæðingu sem við horfum fram á núna, það er í rauninni áhugi markaðarins á þeim lausnum ekki síst fólginn í því tækifæri sem það gefur mönnum að vera ekki að yfirfjárfesta í hugbúnaði og þá jafnvel velbúnaðar resursum líka, heldur kaupa þar on demand eins og við segjum. Nú, til þess að fyrirtæki eins og það sem ég starfa fyrir geti í raun og veru boðið fram hagkvæmari valkosti, þá þurfum við að staðla þjónustuna okkar. Ef við gerum það ekki, þá munurinn á milli einstakra fyrirtækja og sérhæfðsþjónustufyrirtækis eins og Advania alltaf verða of lítill. Okkar infrastruktúr, hann þarf og við höfum lagt mjög mikið á síðustu árum í að byggja upp okkar þjónustu infrastruktúr, hann verður ofan á honum verða að liggja staðlaðir samningar til þess að við í raun og veru þurfum ekki að blása út okkar resursa með sama hætti og einstök fyrirtæki þurfa að gera. Og við getum, í þessu samhengi finnst mér áhugavert að líta til annarra markaða þar sem hefur náðst mjög mikill árangur í útlýsingu og þar getum við nefnt hreingerningu á skrifstofuhúsnæði, fýsískt öryggi, jafnvel mötuneyti. Þetta eru hlutir sem eru mjög algengt að fyrirtæki séu að úthýsa í dag og ég held að það tækifæri sem hefur verið fullnýtt þarna hefur náðst fram árangur þarna vegna þess að ákveðin stöðlun hefur átt sér stað. Þar er unnið eftir mjög þarfinnar eru nokkuð generískar og þess vegna náum við fram hagkvæmni. Ég vil meina að grunnrekstur upplýsingatækni sé ekki frábrugðinn. Það sé hægt að finna sama lága samnefnara þarna til þess að staðla og ná þannig fram sömu hagkvæmni. En við, eins og ég sagði áðan, við erum eilítið á eftir á. En þetta er að breytast og mjög hratt. Í því samhengi til þess að ítreka það sem er að gerast núna að þjónustuaðilar, þeir eru í meira mæli að staðla þjónustuna og bregðast við þessum þörfum markaðarins. Innviðir hjá fyrirtækjum þjónustufyrirtækjunum er að styrkjast og sérhæfingin að aukast. Á sama tíma þá eru kaupendurnir að verða sterkari í því að kaupa þessa þjónustu og úthýsa með formlegum hætti. Þarfagreining að verða betri, þessi prósessorar eru að verða formlegri, ráðgjafa fyrirtæki á markaði og það er náttúrulega þannig að það er flóknar að úthýsa þjónustu með þessum hætti heldur en að kaupa tíma ad hoc. En þetta er árangursríkara og það þarf oft aðstoð við það að koma þessum hlutum í það horf sem að nauðsynlegt er. Traust á markaði vill ég meina sé líka aukast milli kaupenda og þeirra þjónustuaðila sem eru. Þannig að forsendur eru að verða betri til þess að styðja við þessa þróun. Og mjög mikilvægt atriði í þessu er að okkar, skulum við segja, tækniumhverfi er líka að breytast mjög hratt og það eru nokkrir hlutir sem við getum nefnt þar. Náttúrulega sú sýndarvæðing sem hefur átt sér stað á síðustu árum gerir rauninni alla innviði mun hreyfanlegri og auðveldari til úthýsingar heldur en áður. Skýjalausnir af hverju tagi eru líka að breyta hegðun markaðar og breyta því hvernig markaðurinn hugsar. Kaupendur gera eðlilegar kröfur það að geta keypt þjónustu og vörur on demand og með skalalegri hætti en áður. Og ég nefni þarna líka gagnatengingar sem náttúrulega eru orðnar mun betri heldur en fyrir nokkrum árum og gera þetta allt saman, gera okkur þetta auðveldara fyrir.
ég hef hérna talað hvernig ytra umhverfið okkar hefur verið að breytast og við erum markaðsdrifið fyrirtæki. Advania, það svarar vel markaðnum og þeim breytingum sem eiga sér stað, og eins og ég segi að þá höfum við og erum að umbreyta okkar þjónustuframboði þannig að við getum boðið okkar viðskiptavinum allar okkar lausnir í allt okkar lausnamengi sem þjónustu. Og það er sama hvað það er. Það er sama hvort að við erum að tala um hardware, sérhæfðan rekstur, skýjalausnir. Við viljum geta boðið okkar viðskiptavinum að kaupa þetta allt hjá okkur og í gegnum okkar gátt á einum stað. Þannig viljum við geta hjúpa tækni, þjónustu og ráðgjöf það hvernig við þróum áfram kerfin okkar í einn pakka sem að kaupandinn greiðir fyrir per notanda, í einhverjum tilvikum per notkun, þannig að kostnaðurinn verður fyrirsjáanlegur og skalanlegur sem er mikilvægara. Ég veit það af áralöngu samtali við viðskiptavini sem geira að fyrirsjáanlegur kostnaður er eitthvað sem við erum alltaf að reyna að ná fram, en það er þessi skalanleiki sem er svo mikilvægur líka, og það eru komnar fram eðlilegar kröfur á markaði það að þú geti skalað en án þess að þurfa að yfirfjárfesta í þínum innviðum. Ergo, við viljum ná að einfalda lífið fyrir okkar kaupendur og þannig erum við og höfum síðustu árin verið í samtali meðal annars við okkar birgja það hvernig við getum umbreytt í viðskiptasambandi sem við eigum við þá til þess að geta boðið okkar viðskiptavinum og íslenskum markaði upp á það sem ég var að lýsa hér að framan. Því að við verðum þá líka að geta keypt okkar hráefni eða okkar aðföng með sama hætti, ef vel á að vera. Og satt best að segja, þá er þetta að takast bara nokkuð vel, og það sama hvort að það eru okkar birgjar með hardvöru eða software. Þetta er að ganga mjög vel upp. CSP-samningurinn sem við og það samstarf sem við erum konur í með Microsoft og hefur verið að gefa mjög vel af sér hjá okkur, er gott dæmi þetta. Þar getum við keypt inn hugbúnaðarleyfi beint frá Microsoft og selt til okkar viðskiptavina, og við greiðum bara fyrir það sem við kaupum í hverju mánuði, og sama gerir viðskiptavinurinn okkar. Þetta er skalanleiki. Hér er dæmi lausn sem við erum farnir að bjóða okkar viðskiptavinum í dag. Hér getum við boðið okkar viðskiptavinum pakka fyrir sína endanotendur, og inn í þessum pakka eru allt sem hann þarf, allt frá vélbúnaði og yfir í allan hugbúnað og þá þjónustu sem nauðsynlega er ofan á það. Og þetta greiðir viðskiptavinur okkar fast verð fyrir á mánuði. Ef það fjölgar í hans starfsmannahópi þá bætir hann við, ef það fækkar þá getur hann lagt það inn. Skalanlegt módel. Rétt til þess að súmmera þetta upp, þessi lykilþættir sem ég hef nefnt, þjónustufyrirtæki eins og okkar verður að bjóða upp á staðlaða þjónustu til þess að geta boðið hagkvæmar lausnir. Og það er það sem við ætlum að gera. Við þurfum að hafa það þarf að vera vel skilgreint ábyrgð í samningu sem milli okkar og okkar viðskiptavina. Annars brotnar viðskiptasambandið. Við viljum sjá fastan og fyrirsjáanlegan kostnað. Við þurfum að sjálfsögðu að hafa þjónustumælingar í öllum okkar samningum. Við viljum eiga opið samtal við viðskiptavininn það hvenær við erum að standa okkur og hvenær við förum út á sporinu. Því einungis þannig getum við komið okkur aftur inn á sporið hið fyrsta. Og svo leggjum við mikla áherslu á að vera með svona ákveðið governance í kringum okkar lykil viðskiptasambönd, bara til þess að tryggja það líka að þegar að rekstrarumhverfi fyrirtækina sem hafa útvistað til okkar ábyrgð breytist, eða þeirra þarfir taka breytingum, að þá þurfum við líka að breyta því hvernig við höfum þjónustunni. Morgun verða fundir Advania, þekkingarmiðlun á heimsmælikvarða.